Ágætu, elskuðu vinir, ásakið, við erum komin á staðinn okkar til þess að ræða það sem Drottinn vill við okkur segja í dag og hann hefur nú eitthvað fallegt við okkur að segja, það þekkjum við nú að reynslunni og yfirskriftin á þessum pistli eða predikun eða kennslu heitir Hlýðum Drottni, gömul og góð klisja sem að við erum svo sem alltaf að heyra og það er eins og mjög góðu vísuna, hún verður aldrei oft kveðin og þetta er mjög góð vísa að segja Hlýðum Drottni, eða ekki? Trúið því ekki að Drottinn sé lífi sjálft og það sé okkar blessun og gæfa að fara eftir því sem hann er að segja. Biblían kennir það og predikarinn og kennarinn kennir þetta líka sem er að kenna biblíufræðin eins og hér er verið að gera. Hlýðum Drottni. Og Kristur er fyrirmyndin okkar og hann sagði að hann sagðist ekki gera neitt nema það sem hann sæi föður sinn gera. Hann var hlýðinn Drottni. Hann var hlýðinn honum allt til enda, til dauðans og korsinu. En þá líka að hann steig niður til heljar og var þar í 3 daga og reis svo upp, ekki sem máttlaus maður, heldur aflið með allt vald í sinni hendi. Þar umbreyttist þetta, þannig að kom upp úr iðrum jarðar eftir 3 daga. Þá kemur hann upp sem þessi kraftur sem trúin er í dag mér og þér. Hann vann verkið, ég er þiggjandi að þýliti til frá honum og hef í mér þennan kraft sem hann býður og ég hef aðskilið mig frá heiminum, er dáinn heiminum, heimurinn er bara þarna, jú, ég nota hann eins og ég þarf að nota hann en er ekki af hann og lengur, en ég elska kirkjuna. Ég elska Jesú og af því að ég elska Jesú þá verð ég líka að elska söfnuðin og það er það sem ég reyna að gera á hverjum degi. Og það er stundum baráttumál að fara út í þá sálma vegna þess að það er svo margir ég þar. Margir ég sem eru svo mikil gallagripir. Og þetta þarf maður að umbera. Rétt eins og stundu þarf fólk að umbera mig og okkur tekst þetta. Af því að kærleikur Drottins gefur okkur svo mikinn skilning á fólki því að það sem ég er að gangi í gegnum kannski leiðinlegt og erfitt þú hefur oft gengið í gegnum þetta sjálfur og skilur því manneskjuna og þú umbyrð þetta og svo líka annað að trúið þín segir þér að umbyrða þetta og segir við þig þetta er bróðir, þetta er systir sem er bara að glíma glímuna sína og við ætlum ekki að bæta á byrðarnar sem þar eru, nei, við ætlum allavega að sína manneskjunni vinsemd. Það er allir inni hjá okkur. Og þetta er hluti af því að vera að ganga með Drottni, það er að sína umburðarlyndi. Umburðarlyndi, já, við sínum umburðarlyndi þegar í svona aðstæðum, en umburðarlyndi í dag er rosalega misskilið orð. Við eigum að hafa umburðarlyndi fyrir öllum, en það er ekkert verið að tala um það í Biblíu, hún segir ekki stakt orð um það. Umburðarlyndi snýr bara að trúnni, umburðarlyndi snýr að fólkinu í trúnni sem er að berjast trúarinnar góðu baráttu, en er svona eins og það er, eins og ég var að segja, það er svo margir ég í söfnuðinum, segja þetta með mér, það er svo margir ég í söfnuðinum, þess vegna er söfnuðurinn ekki alltaf hinn fullkomni söfnuður. Við höfum umburðarlyndi fyrir þessu. Syndin er bara annað mál. Hvað var það mig syndin? Ég hasta á þessa synd. Akkur á ég að bera eitthvað umburðarlyndi fyrir syndinni. Og ég geri það heldur ekki. Mér er ekki ætlað að gera það. En ég get elskað fólki. Rétt eins og Drottinn elskar syndaran en ekki syndin. Hann hatar syndin og það ber mér líka að gera. Þess vegna hef ég sjálfur sér ekkert umburðarlyndi fyrir syndinni. Það bara kemur ekki til greina. En ég get alveg haft umburðarlyndi fyrir veikleika fólk innan safnaðarins af því það eru svo margir eins og ég í söfnuðinum. Og ég veit alveg hvernig ég er. Ég er ekkert alltaf þessi gegnumgangandi trúaði maður sem geislar af þó ég sé það nú kannski oftar heldur en hitt. Af því það eru svo margir ég í söfnuðinum að þá er söfnuðurinn eins og hann er. Stundum tóldi boginn. Af því stundum er ég og þú svolítið boginn sjálf og ég og þú erum söfnuðurinn
en yfir okkur drottinn sem að heldur utanum okkur og reisir okkur við, réttir upp bakið þegar við erum að bogna undan einhverju vitleysu sem við erum að gangi í gegnum. Og hann segir alltaf við mig, haltu bara áfram og elskaðu söfnuðinn þinn. Það er það sem við viljum gera, bæði ég og þú, þó við séum eins og ég, stundum bara gallagripir. Þetta er það sem við þurfum að umbera. Þetta er það sem við þurfum að sína þolinmæði, því að allir með þeir komast í gegnum þetta, og með þinni hjálp, mildi þinni, kærleika þínum og elsku þinni, kemst við komandi fyrir gegnum þetta. En ef hann mæti bara þungbrínum andlitum og menn snúa baki í og strunns í burtu, þá er það nú ekki til að flýta fyrir, en ekki þar fyrir að það hafi neinn áhrif. Það hefur bara getur kannski orsaka það að viðkomandi er lengur að fara í gegnum þetta en væri ef allir bara væru eins og þeir eiga að sér að vera, og þannig á það að vera. Það er að sýna umburðarlyndi, að því við skiljum hvort annað. Þess er að gangi í gegnum þetta, og býtu hvenær gekk ég sjálfur í gegnum þetta, kannski bara ekkert langt síðan, þannig ég get vel skilið það, hann og hana. Þess vegna bara umber ég þetta. Syndin er allt annað mál. Við erum allt of mikið að blanda syndinni inn í það sem við erum að gera. Við eigum ekki að bera neitt umburðarlyndi fyrir syndinni, en við berum umburðarlyndi fyrir syndaranum sem er allt annað mál. Og hvað gerum við? Við boðum syndaranum Guðs orð. Við boðum syndaranum kraft Guðs, að því okkur er uppálagt að gera það. Rétt eins og drottinn gerði sjálfur. Hann sagði, ég geri bara það sem ég sé föðurinn gera. Og hann talar til mín og hann talar til þín, og hann hefur orðið handa mér og ég fer eftir orðinu, mér ber að gera það. Og af orðinu kemur þessi elska, og ég fer að svona skilja betur, eins og ég ofta að tala hér, hvað söfnuður Guðs er. Hann er ekki einn fullkomni söfnur, af því það er svo margir ég í honum. Segðu þetta með mér, það er svo margir ég í honum. Og meðan svona margir ég eru í honum, þá verður hann aldrei fullkomin. Þannig bara er það. En allir þessi jegar, við erum að reyna að bæta okkur, og eftir því sem við skánum, verður söfnuðurinn betri. Þannig ég og þú, við berum ábyrgð í söfnuðunum okkar. En yfir okkur er Jesús sem við ætlum að horfa til. Það er ekki rétt? Ég vil það, jú. Ég vil hlýða drottni. Ég vil ekki hengja hatt minn á mann. Ég vil ekki gera mig háðan manni, því að það fer ekki vel að vera háður manni. Hvað ef hann bregst? Hvað ger ég þá? Ætli ég að bregðast þá líka? Ég hygg að það séu allt of margir sem bregðast vegna þess að hann og hún sem þeir hengdu hatt sinn á klikkaði, þá klikkaði sjálfur. Þess vegna vil ég hengja hatt minn á hann sem að klikkar ekki, er örugur, áræðanlegur, og hann heiti Jesú. Ég get klikkað margvíslega og geri oft, en ekki svo sem ég hengi hatt minn á. Þess vegna get ég, sama hvernig ástandi mitt er, hort til hans og hann reisir mig við. Það mun engin maður gera, því að líklegra er að maður, ef þú hefur eitthvað brugðist að hans áliti eða ykkur áliti, skiptir ekki máli, hann er mjög líklegt að mun að snúa baki í þig þegar þú sér þig. Kristinn maður, þú hengir ekki hattið á slíkt fólk. Nei, þá þarfst þú líka að hafa umburðarlyndi fyrir honum eða henni sem þannig breytir, vegna þess að fólki er bara á sínum stað, rétt eins og þú ert á þínu stað. Þannig skiljum við allt miklu betur, og við hættum að vera fjargviðra svo mikið út af systkinum okkar. Þau eru bara eins og þau eru. Eins og ég segi, það er svo margir ég í söfnuðinum, þess er hann ómögulegur oft á tíðum. Við eigum ekki að taka sjálfu okkur hátíðleg. Við eigum að benda bara á okkur sem venjulegt fólk, og venjulegt fólk er breyst fólk. Við eigum ekki að vera að þykjast vera neitt annað heldur en þetta, því við erum þetta. Okkur tekst vel upp, og oftar eftir því sem að gangan lengist með drottni, það er nú bara staðinn sem betur fyrir. En öll eigum við okkar daga. Við erum öll viðkvæm.
Við erum öll með hugsanir sem gera okkur viðkvæm og við erum í einhverjum stað þar sem við erum viðkvæm og það má ekki mikið út að bera til þess eitthvað komið upp sem að gerir okkur ekki gott. Kannski sjáum við eftir þessu og allt saman það skiptir engu máli, aðalatir er bara að vinna úr því og bara styrkjast af. Þess vegna þurfum við að sýna umburðarlyndi hvort annað. En þetta umburðarlyndi sem ég var að segja á er rosalega misskilið orð. Við höfum að sýna svo mörg í heiminum umburðarlyndi. Hvar stendur það í Biblíunni þú er að sýna syndinni umburðarlyndi? Segir ekki Biblían aftur og aftur, komdu gegn syndinni og hún flýr þig. Syndin er Satan. Hann flýr þig ef þú hastar á hann. Þetta er valdið sem að ég hef í munni mínum, af trúnni minni. Þannig komum við gegn syndinni, þannig að við sýnum henni ekkert umburðarlyndi. Skára verið það nú. En heimurinn er fullur af umburðarlyndi fyrir allar þessari vaðandi synd, svo skilur hann ekkert í því að það er allt upp í loft. Að því við erum að sýna umburðarlyndi því sem við ættum að hasta á og standa saman um. Ef við snúum okkur á söfnuðunum og við sýnum honum umburðarlyndi, því drottinu við fyrirgefum öllu þessu fólki, hvað sem okkur kann að finnast um. Að því þannig vinnur drottin. Og hvað sagði hann ekki á einu stað? Hver er móður mín, bræður og systur? Svo horfði hann yfir hópin sem var fyrir framan. Þetta eru þau. Þetta er fólki sem ég vil vera hjá. Var þetta fullkomið fólk? Allt og margir ég í þeim hóp. Segðu þetta með mér. Allt og margir ég í þeim hóp. En þetta var samt fólki sem drottin valdi fyrir sig. Hann sagði ég vil vera þarna. Þetta er bróður minn, systur og móðir. Sem þarna er. Þarna erum við að tala um heilmikla speki og heilmikil lærdóm. Þetta er söfnuður Guðs. Ég segi við mig, þarna vil ég vera. En ég veit að ég er ekki innan fullkomið fólk. Eins og svo ég segi það aftur, allt og margir ég í þeim hóp til að svo geti orðið. Benta á sjálfum þið með mér. Þá erum við komin á allt annað stað í þessu og við vitum að þetta gildir um okkur öll. Og næst eitthvað kemur upp og þá snúum við ekki baki þann sem að kemur inn og sýnum honum skrítin svip. Nei, bara já, hann er kominn og ok, eins og alltaf. Við erum að hjálpa stað, elskuðu vinir. Og það er ekki endilega það að vera með einhver verk sem við erum að hjálpa stað við. Við þurfum að hjálpa stað við það að koma skikki hvort á annað. Við vitum að þegar við komum barefli gegn mönnum og þá hjálpum við honum ekki. En þegar við komum smislin og komum bara blíðan, komum okkur sjálf eins og við erum vanalega, það hjálpar miklu meira líklega en flest annað. Sjáum við að þessu, hvort það sé ekki gagnar svona kennslu. Hvort það sé ekki gagnar því að skilja orðið umburðarlyndi rétt. Þetta er umburðarlyndi drottins. Við erum alltaf að horfa út í heim, við þurfum að sýna því, það er svo mikið umburðarlyndi. Við höstum á syndina og syndin flýr okkur. Það eru skilaboðum frá hæðum. Við eigum að horfa á Jesú í gegnum þetta allt. Hlýðum drottni, þá höfum við hlýtt drottni. Þegar svona vinnur faðirinn. Sem Jesús sagðist ekki gera neitt nema hann segi hann gera það líka og undan. Hann lærir honum og við breytum eins og Jesú. Hann sagði þegar móður hans og fólki hans var að koma, þeir held að hann væri orðinn vitlaus, vildu draga hann út úr þessu umhverfi sem hann var í. Hann sagði, hver er móður mín, bróðir og systir? Og benti svo yfir hópinn, þetta er fólkið, það er allt hér. Á hvað var hann að benda? Eins og við sögðum áðan, söfniði nú ekkert annað, fullkomið fólk. Nei, of margir ég, til þess að svo væri, en samt fólkið hans. Bent á sjálfum of margir ég. Að við erum bara breskar manneskjur, reynandi að gera okkar besta og getum það og gerum það. Það er að segja þegar við leifum drottni að gera það sem að vill gera við okkur. Fyrir núna í Lúkasarguðspjall, lesum svo kannski Markúsi og eftir.
Foreldrar Jesús ferðust ár hvert til Jerúsalem á páskahátíðinni. Þegar hann var 12 ára fóruð þau upp þangað eins og þau voru vön og tóku Jesú með sér. Þau voru þar út hátíðisdagana, en þegar þau sneru heimleiðis var sveinninn Jesú eftir í Jerúsalem og vissu foreldrar hans það eigi. Þau hugðu hann væri með samferðafólkinu og fóru eina dagleið og leituðu hans meðal frænda og kunningja. En þau fundu hann ekki og sneru þau aftur til Jerúsalem og leituðu hans. Þetta voru þau náttúrulega sem foreldrar smeyk barnið sitt, að drengurinn allt í einu á vantar, 12 ára gamall og þetta bara barn. Það vitum við. Eftir 3 daga fundu þau hann í helgidóminum. Þar sat hann mitt á meðal lærifeðrana, hlýddi á þá og spurði þá. En alla sem heyrðu til hans furðaði stórum á skilningi hans og ansvörum. Hann vekur athygli fyrir hygni sína og svona visku. Skynsamleg svör og skynsamleg ansvör og svona bara talaði eins og maðurinn með viskuna. Og við veitum að hann var það. Þeir vissu það ekki, sáu bara 12 ára gamla strák gutta hana. Og þau sáu hann, þá brá þau mjög og móðir hans sagði hann: Barn, hví gerðir þú okkur þetta? Við faðir þinn hófum leita þín harmþrungin. Og drottinn svarar móður sinni hann mjög einkennilega, eða mjög einkennilega segjum það bara. Og hann sagði við þau: Hvers vegna voru þið að leita að mér? Vissu þið ekki að mér ber að vera í húsi föður míns? Hann vissi hver hann var þarna. Móðir hans hefði átt að vita það, því hún fekk vitrun að barnið yrði til með alveg sérstökum hætti, og við vitum að kyrstur eingetinn. En svo kemur upp þetta mannlega eðli í henni. Hún sér að drengurinn sinni ekki með, og hún verður náttúrulega hrædd sem móðir. En hún hefði átt að geta staldra við, hann bara í húsi föðursins, í kirkjunni. Hún hefði alveg geta staldra við það, hefði hún komist upp fyrir tilfinningarnar sína og látið rökhyggjuna bara mata sig. Þá hefði hún líklega komist að annar niðurstöð og verið bara róleg. Og ég trúi því að þegar þessum fundi lauk þá hafa hann bara skilað sér heim. Hann sagði við þau: Hvers vegna voru þið að leita að mér? Vissu ekki að mér ber að vera í húsi föður mín? En þau skildu ekki það sem hann talaði við þau. Þau skiljum ekki það sem við heyrum. Jafnir þó við ættum að vita miklu betur. Af því að þarna örvænting í gangi, það ótti, það kvíði, hvar drengurinn og svo framvegis. Þannig að öll rökhyggja bara fíkur út í veður og vind. Svo stundum á tímum örvæntingarinnar og bara allsleysisins, og það bara ringulreið hérna í toppstykkinu á okkur. Þá kemst engin rökhugsun að, og það vitum við vel. En þau skildu ekki það sem hann talaði við þau. Og Jesús fór heim með þeim og kom til Nasaret, var þeim hlýðinn, en móðir hans geymdi allt þetta í hjarta sér. Og Jesús þroskaðist af visku og vexti og náð hjá Guði og mönnum. Þarna segir að móður hans hafi geymt þetta allt í hjarta sér, þannig að hún lærði af þessu. Fekk nýja sýn á þennan náunga sem hét Jesú, var sonur hennar, og auðvitað rifjaðist allt upp hvernig þetta gerðist með getnaðinn og fæðingun, allt saman það, og alla ljósadýrðina sem kom og vitringana sem gáfu gjafir og allt þetta dæmi sem við vitum að átti sér stað, að því við lesum sögun. En hún vissi, og kannski Jósef með henni, og kannski eiginlega engin annar, ekki fyrir að þetta fyrir að skrást í bókina sem við erum með og við vitum að er Nýja testamentið. En þarna sem sagt fer hann með þeim. En svo segir líka á öðrum stað, í Markúsarguðspjalli, þar sem að móðir hans og fólkið hans kom, þá fór hann ekki með þeim. Af því þá var hann byrjaður að þjóna, og þá var hann búinn að taka sig frá fyrir Guð. Nú var hann komin í það verkefni að gefa mér, þegar ég er uppi, inn í mitt líf, með því að tala það sem hann talaði. Og það er allt saman skráð í þessa bók sem heitir Nýja testamentið. Fyrir það get ég þetta verið þakkláttur, því að Drottinn gaf mér lektíuna mína sem að ég síðan geng út á, sem gerir mér kleift að tala eins og ég tala og sjá mig eins og ég er,
eins og ég sagði á það, svo margir eins og ég í svefnuðinu sem að gera hann ekkert merkilegan, þannig sé þetta merkilegan því þetta er Guðs svefnuður, en eins og hann af því það er svo margir ég í honum. En það er ekki, Guð horfir ekki til þetta, hann bara tekur við mér eins og ég veit að stundum er þetta svona hjá mér og stundum allt öðru svo bara allur gangu þar á milli, þess að maður er að ganga bara í gegnum rétt eins og þú, hvað sem allt á milli heimins og jarðar og stundum ekki réttlátt og stundum réttlátt eða hvernig sem það skiptir engu máli, aðalatriður að horfa á Jesú í gegnum þetta og halda svo bara áfram og það er það sem ég ætla að gera, halda áfram og ég býð þér að ganga með mér þessa leið en ég mun ekki snúa neitt við að fara neina hliðarvegi með þér en við skulum ganga þennan veg bara saman en ég er á þessari leið og ég býð þér að bara ganga með mér þessa leið. Ég ætla að fylgja Jesú og ég hveti til að gera það sömuleiðis eða þú vilt ekki þá skilja leiðir. Alveg svo gerðist með Krist þegar hann var komin í þjónustuna þá má eiginlega segja að hann var bara óbifanlegur. Hann lét ekki neitt taka sig út úr þessu umhverfi sem hann var komin í og vissi hann átt að vera í. Ég veit hvar ég á að vera, ég veit að ég á að tilheyra svefnuði Guðs. Ég læt enga taka mig neitt út úr honum. En þarna er hann 12 ára gamall og hann gengur með foreldrin sínum að því að þjónustan hans í raun og veru er ekki byrjuð. Hún byrjar ekki fyrir einhverjum, alltaf ekki 20 árum setna. Er hann ekki eitthvað 30 þegar hann 18 eða 20 árum setna þegar hann byrjar þjónustuna. Held það. Allan var hann ekki gamall maður þegar hann fór á krossin, hann var langt innan við 40. En við skiljum það, hann er foreldurinn sínum hlýðin, en svo kom að því hann fór að starfa. Þá var hann Guði sínum hlýðin. Hvernig með þig? Hverjum ert þú hlýðin? Sem þjónn Guðs. Ertu hlýðin Guði? Getur alveg nelta niður og serta? Gerur vilja Guðs í hvívetna? Eða er það stundu sem að menn hafa áhrif á þig og togaði út úr? Því að þeir halda kannski þú sért honum vitlaus. Stundum er það þannig með okkur kristna menn að menn halda við séum orðin vitlausir. Þá vilja koma að bjarga okkur. Alveg svo Kristur lendi þegar fólk getur var komið til þess að bjarga honum í raun og veru. Frá hverju? Já, segðu mig það. Frá Guðsríkinu? Nei, ekki ef þau hefðu séð Guðsríkið eins og Kristur, þá hefðu ekkert verið að koma til að bjarga honum út af því, þá hefðu hvatt hann til að vera það. En þau sjá ekki Guðsríkið eins og kannski við sjáum það í dag og þess vegna koma þeir til hans og hann er bara genginn af göflunum með drengur og við höfum bara stoppa hann. Þetta var mórallinn þarna þegar kemur að því þegar hann byrja að þjóna og fólkið hans bara leist ekkert á þetta, hvað hann var að gera. Svona var samtími Jesú. Það voru ekki nema örfáir menn sem leist eitthvað á þetta sem hann var að gera. En við vitum allt miklu meira um þessi mál vegna þess að við erum konið svo langt frá honum, við erum búin að fræða svo mikið hann, fræðslanum við gengið kynslóð fram að kynslóð og hver kynslóð hefur skilað til nýra kynslóð, nýri þekkingu og aukinni þekkingu og það er orðnar allmargar kynslóði frá Kristi til dags í dag, til mín. Þannig að við vitum margvalt meira hvernig Kristur hugsaði og hvernig hann vann þetta og gerði þetta að því að við erum að byggja á arfleiðinni sem að voru undan okkur. Þannig að við þökkum auðvitað fyrir það. Og Kristur, við skulum lesa núna í Lúkasi, í Markúsarguðspjalli, í hvað 3. kafla? Hvar var það? Það var 20. Þetta er smá lesning líka þetta sem við erum að tala að hann var hérna 12 ára áðan og foreldrar hans komu og hann fór með þeim. Við skulum lesa þetta bara. Þegar Jesús kemur heim, þetta er 20. vers í 3. kafla Markúsarguðspjalls. Þegar Jesús kemur heim, safnaðist þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Mikið að vera í kringu Krist. Að hverju dróst fólk? Kærleikanum, vináttunni, elskulegheitunum sem frá þessu manni streymdi. Því að það elskaði í raun og veru hjarta þeirra, elskaði í raun þetta guðlega í honum.
Og þannig það líka með okkur í dag að við drögumst að Kristi, að við elskum þetta guðlega afl sem við erum innan og í. Og það fær okkur til að þola í raun og veru allt, hvað sem er. Þegar Jesús kemur heim safnaðist þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Maður, þvílíkt og annað eins. Það var nóg að vera í kringum Krist, það var engin lognmólla í kringum hann. Stundum engin lognmólla í kringum okkur heldur. Það bara gaman, á ekki að vera neinn lognmólla í kringum okkur. En við sigrum í Jesú nafni, muniði það. Við sigrum allt í Jesú nafni. Það skulum við ganga út á. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Það er helt að hann væri bara orðið vitlaus. Það var þetta bara fullt af fólki og hann talandi og kannski skildi botnaði fólki ekkert í hvað hann var að tala. Hann er bara frá sér maður, við verðum að stoppa hann. Þetta var svona hugsunin á bakvið þessi orð, þannig að við verðum að draga hann út úr þessu, hann er ekki með réttur á því. Hver efast það í dag sem þekki Jesú, hann hafi verið annað en með réttur á því. Og sumir hafa þurft að þola það í sínu eigin lífi að menn hafa viljað bjarga þeim út úr þessu kristna dæmi. Þannig það er ekkert nýtt undir sólinni. Og hver oft hafa menn ekki haft orð á sér fyrir það að vera bara orðin vitlausi á þessari trú. Af því þeir ekki í þessari hringekju syndarinnar með þeim. Af því þeir skilji ekki hvað viðkomandi á. Af því þetta er annað heldur en heimurinn. Trúin er annað en heimurinn. Hún talar öðruvísi en heimurinn. Hún hugsar öðruvísi en heimurinn. Og þeir sem eru trúar eru þetta. Þeir eru öðruvísi en heimurinn. Og þeir hafa umburðarlyndi fyrir söfnuðinum, fyrir því sem er Guðs og svona briskleika manna. Þeir hafa ekki umburðarlyndi fyrir syndinni í heiminum. Þeir hafa ekki leyfi til þess að hafa umburðarlyndi fyrir henni. Þeir koma gegn syndinni. Og þannig bjargast fólkið úr heiminum til Guðs að Drottinn rífur það úr þessari synd. Og þar með það komið í hópin okkar og þar með þarf ég að læra það að ég þarf að sýna umburðarlyndi þessum veikleika okkar, að því það eru svo margir eins og ég. Bent aftur á þig, margir eins og ég, þessni söfnuðurinn svona meingallaður. Þannig að við lærum og skiljum að við verðum að sýna umburðarlyndi, af því að stundum við þetta fólk sem að mönnum bara langar til að snúa baki í og labba burtu þegar viðkomandi mætir. Það er ekki að sýna kristinn kærleika, en við gerum breytum svona að því við erum svo sjálf oft í svo miklu ójafnægi. Þess vegna breytum við svona. En við erum að læra, og nú erum við að fá kennslu þessi atriði, þetta veikleika holdsins og svona, og vera hlýðin Guði sem segir mér að umbera söfnuðin, fólkið í söfnuðinu, en segja skilið við syndina og hasta á hana. Þannig að þú umber aldrei syndina niður syndu verk, aldrei, en þú dæmir ekki neitt. Það er ekkert verið að tala það. Það er eitt að dæma, það er annað að benda á vitleysuna sem í gangi. Það er líka eins og með söfnuðinu, þú mátt alveg benda á vitleysuna sem einhver vitleysa í gangi í söfnuðinu, en þú dæmir engar þar. Og þú fagnar þegar fólkið tekur við þessum ábendingum og gerir að sínu og breytir háttu og stefnu, því að enginn gerir það nema þegar hann sá og þú varst að segja sannleikan, varst að benda á það sem að þurfti að benda á. Það er allt annað mál. Það er að sýna umburðarlyndi og það er að sýna kærleika í verki, því að kærleikurinn hann er agandi og hann er umsnúandi afl í raun og veru, komist hann að. Hvar væru við stödd ef að Kristur væri ekki að segja okkur sannleika? Hvar væru við þá stödd?
Við höfum oft teikst undan sannleikunum. Við höfum oft kiknað undan sannleikunum. Af því að sannleikurinn er bara stöðandi, en aflið sem að reisur okkur að lokum við, það fylgir kraftur sannleikunum. Og þess vegna sagði Drottinn það, ég geri bara það sem ég sé föðurinn gera. Og hann fekk á sig skafla af alls konar, lét sig hafa það og gekk samt í gegn og hafði bara þessa sefni, ég er á þessar leið, strákar minni, komiði með mér, nú eða verðið eftir, þið ráðið því sjálfur. En ég er á þessar leið, og þessar leið ætla ég að tala þetta og hitt sem mér ber að tala, að því ég þarf að láta heiminn vita á hvaða staðan er. Og við veitum á hvaða staðan er. Hann krossfesti saklausan mann. Hvað var þetta annað en sýnikennsla um það hvað er að gerast í heiminum? Og hver margar saklausa menn höfum við ekki krossfesti í dag? Tekið að lífi og gert allt við sem okkur langaði til. Að við dæmdum hann úr leik. Að við vildum ekki heyra neitt sannleika viðkomandi. Við vorum búin að taka hann af lífi í raun og veru. Hver oft hefur þetta ekki gerst? Og hvað hafði þetta fólk unnið sér til sakar? Ég segðu mér það. Mörgum verst hér tunga tann. Því að þær hafa ekkert unnið sér til sakar. Við heldum það bara. Það er eitt að halda og annað að vera með vissu fyrir því. Og vissan kemur að því við höfum leita sannana. En hver margir leita sannana? Fæstir. Og það eru vandaðir menn og vandaðar konur sem leita sannana fyrir því sem þeir eru að halda fram. Að leita sannana er leið að leita réttlætis með réttum hætti. Og ég veit að Kristur gerði þetta. Því hann var fyrirmyndin mín. Hann er fyrirmyndin þín. Og engin maður. Og verður ekki. En ég vil bara elska menn, rétt eins og þú. Já, hans nánustu þrettu þá fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Hann var vitlaustrákurinn. Má taka hann út úr þessu. Kristnir menn hafa oft haft á sér orð að vera orðnir vitlausir. Þið viti það. Það er að bjarga þessu liði út úr þessu frá þessari kirkju. Að þeir sjá ekki kirkjuna sem Guðsverk. Þeir sjá ekki kirkjuna sem besta staðin sem hægt er að vera á. Og það verður því bara ósvinna að fara að bjarga manninum út úr því besta sem hægt er að hugsa sér. Ég vil ekki láta bjarga mér út úr kirkjunni. Guð forðið mér frá því. Frekar skal ég vera allt hitt, heldur hann að láta bjarga mér úr kirkjunni. Því að það er staðun sem ég vil vera í. Það er móður mín, bróðir og systir, ekki? Ég er bara á þessari leið og ég býð þér að koma með mér. En þú vilt fara eitthvað annað, þá held ég samt áfram þessa leið sem ég er á. Því að þetta er góð leið. Þetta er leiðin til lífsins. Þetta er leiðin þangað sem að hver maður á að fara. Og þar uppsker hann eilífa lífið í ranni Drottins á himnum, í faðmi hans, með það hlutverk sem hann hefur fyrirfram ætlað honum, þar. Ég veit ekki hvaða hlutverk ég fæ, en mér er ætlað hlutverk og það segir frá því orðið Guðs. Ég vona að það verður bara gott. Og kannski geti ég lagt eitthvað á þá vogarskál hér með því að gera fyrst og fremst vilja Guðs. Og það er vilji Guðs að ég siti hér og tali við sjálfa mig og þig. Og segi við sjálfa mig að söfnurinn eins og hann er að það eru svo margir ég í honum. Þetta er bara heilmikil sannleikur til í þessu. Þetta er ekki nein minkun fyrir nokkurt mann þó að þetta sé sagt. Ég tek það allavega ekki þannig. Þetta er bara sannleikur í sjálfur. Við þurfum að heyra sannleikan umfram allt annað. Þess vegna viljum við umbera hvort annað. Þess vegna snúum við ekki baki hvort annað þó eitthvað gerist og erum bara fúl og sínum skrítin svip. Nei, hann er kominn eða hann eða hún er kominn og ég bara er eins og ég vanur að vera. Þetta er að sína þroska í trúnni. Og ég veit að þú vilt gera þetta, ég veist ekkert um það. En þú ert bara eins og ég. Þú ert að reyna að gera það sem er rétt. Ég geri það kannski ekki alltaf frekar en ég. En þú vilt, og það er gott að vilja. Það er gott að vilja að gera það sem er rétt. En náttúrulega afskaplega slæmt
þegar menn vilja ekki gera það sem er rétt og gera í því að gera allt rátt. Sumir í því virðist vera bara gera í því að gera allt rátt. Mig að það svo sem þeir vilja, en ég vil ekki fara í þann farveg. Já, nú skulum við lesa það að við lásum það áðan í upphafi að við byrjun þáttarins að þegar hann 12 ára, hann var hann í að læra af mesturunum sjálfum og það undraði alla á svörum hans og spurningum og hvað hann var svona klár gutti, og móðir hans kom alveg í sjokki og foreldrar hans, eðlilega við skiljum það vel, hann fór með þeim. En hér komið að öðru, hann hann búinn að taka sér þjónustuna sem var kallaði til að gera og byrjaði að kenna fólkinu, byrjaði að kenna mér og þér, leggja inn í framtíðina. Var í framtíðinni, ég var ekki þarna, en ég kom fram í framtíðinni, kom fram árið 1953. Hvenær ert þú fæddur? Þú komst fram þá, en Kristur var með framtíðina og sá þig á þessum tíma og hann ætlar þér að lesa þessi orð sem hann var að tala og kenna. Þannig viðhelst hérna og vex trúin á jörðinni, trúin í hjartanu mínu. Það er vöxturinn eini sanni. Ég þarf að vex í trúni. Við erum ennþá í 3. kafla Markus og Guðspjalls. Nú koma móðir Jesú og bræður standa úti og gera honum orð að koma. Hann var vitlaus strákur, við þurfum að sækja hann. Það sama hugsunin þarna og í hinu kaflanu þar sem að hann væri bara, ég held að hann væri bara genginn af vitinu. Þetta bara liggur í orðunum og það er þetta sem að fólkið hugsaði. Við verðum að taka drengin úr þessu, hann fyrir sér að voða. Það er ekki hægt að hafa hann þarna. Láta fólkið hlusta á þetta. Prófs manni, hann er bara stjúpid. Þetta er mannlega tilfinningasemi. Að því að maðurinn skilur ekki alltaf allt það sem drottin er að gera. Þess vegna viljum við skilja og líka taka rétt á málum. Þetta er góður staður til þess að hjálpa sér við það. Lesum meira. Mikill fjöldi satt í kringum hann og var hann og sagt, móðir þín, bræður og systur eru hér úti og spyrja eftir þér. Hlustu nú á það sem drottin segir. Jesús svaraði þeim, hver er móðir mín og bræður? Og svo hérna, og hann leit á þau kringum hann sátu og segir, hér er móðir mín og bræður mínu. Hver sem gerir vilja Guðs, sá er bróðir minn, systur og móðir. Við sjáum að hann fór ekki með til foreldra sinna og systkini sinna þarna að því að við raun býður hann þeim að koma bara til sín. En hann ætlaði ekki að fara til þeirra því að fólki sem satt þarna við fætur hans, hann var að kenna, var fólkið sem er söfnuðurinn hans í dag. Ert þú og ég í söfnuðinum? Ekki fullkomnar manneskjur, heldur manneskjur sem drottin hefur tekið að sér og mér ber að virða það sem drottin tekur að sér og ég þarf að umbera að því drottin hefur tekið að sér. Þetta er kennslan í dag sem við erum að fá, að umbera. Það er erfitt, en þroskandi þegar við náum marki þar, þegar við náum þessum yndislega umfaðmandi kærleika sem að skilur manneski sem er að gangi í gegnum sitt, af því að hvað er langt síðan þú sjálfur gekkst í gegnum saman. Alltaf sé svo langt síðan til uppi staði. Og þú alveg svo við öll hinn viljum fá okkur sem bara tekið vel. Það ber okkur að gera. Þetta er alveg skilyrðislaust frá Guði að þannig skuli það vera. Þessna höldum við bara áfram að vera í hópnum og segjum, hér er bróðir minn, systir og móðir í söfnuðinum. Þannig við látum enga bjarga okkur út úr söfnuðinum. Við vorum að lesa manneskjur sem ætlaði með að koma og bjarga þessum blessaða drengi úr söfnuðinum. Hann lét ekkert bjarga sér úr honum því að þetta var akkurat það sem hann vildi sjálfur vera. Hann var innan sína líka þar. Ekki rétt hjá mér.
þegar við erum innan manna kristi fólk, erum við ekki þá innan okkar líka og líður okkur ekki best innan okkar líka, allavega mér í Jesú nafni. En við segjum þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson kveður og hefur þetta ekki lengra núna. Veit að þú fékkst eitthvað til þess að hugsa og móða úr og svona næra aðeins hjarta. Heldur þessu góða verki Drottins áfram að því þú ætlar að biðja með honum inn í málið. Amen.